Það er þekkt vandamál að opinberir starfsmenn verði fyrir ofbeldi og áreitni í starfi, segir formaður BSRB. Hún segir stjórnvöld ekki hafa tekist á við vandann þótt kallað hafi verið eftir aðgerðum. Palestínumenn gengu til kosninga í dag í fyrsta skipti síðan stríð Hamas og Ísraels hófst fyrir 2,5 ári. Það bil 1,5 milljón var á kjörskrá en kosningaþátttaka var dræm. Afgangstextílefni er tætt og þæft og öðlast þannig framhaldslíf hjá fyrirtækinu Fluff. 10 tonn af textíl berast í sorphirðustöðvar á hverjum degi. Dúndrandi diskó og súpuilmur mætti gestum og gangandi í Garðabæ í dag, þar sem skellt var í 40 lítra af súpu úr hráefni sem átti að enda í ruslinu. Diskósúpustjóri hvetur fólk til að nota nefið áður en það hendir mat. Hráefni sem á að henda, það er frábært fólk og það er slattagliði. Það er bara uppskrift af góðri súpu. Gott kvöld. Margir opinberir starfsmenn mæta aðgerða og úrræðaleysi þegar þeir tilkynna ofbeldi og áreitni í starfi. Þetta segir formaður BSRB. Mál starfsmanna Matvælastofnunar telur grafalvarlegt og kallar eftir að stjórnvöld taki málið föstum tökum. Áreitni í garð starfsmanna Matvælastofnunar hefur aukist að undanförnu. Yfirdýralæknir greindi frá því í fréttum í gær að starfsmenn yrðu fyrir ofbeldi og hótunum við eftirlitsstörf og ærumeiðingum á samfélagsmiðlum. Þá hefur börnum þeirra og öðrum fjölskyldumeðlumum verið hótað. Þetta er auðvitað grafalvarleg mál og eins og gefur að skilja í svona málum að þetta víðtæk áhrif á einstaklingi sem verða fyrir því og fjölskyldur þeirra. En það má ekki heldur gleyma að þetta er bara dýrt fyrir samfélagið. Sonja segir vandamálið vel þekkt. Þjónusta hjá ríki og sveitarfélögum á borðið lögreglu, fangaverði, félagsþjónustu og heilbrigðisstarfsfólk sé oft við fólki í viðkvæmum hópum. Þá ýti skautun í samfélagsumræðunni og neikvæð orðræða í garð opinberra starfsmanna undir þessa hegðun. Að fólk leyfi sér meira í samskiptum og sérstaklega eins og þetta að þau eigi tilkall til einhvers. En opinberri starfsmenn eru þetta bara að fylgja lögum og reglum í sínum störfum og gera sitt allra besta, oft undir gríðarlegu álagi. Fjölmargir félagar BSRB hafi leitað til félagsins vegna slíkra mála. En það hefur verið gerð rannsókn á þessu frá 2024, það sem kom líka mjög skýrt fram og við finnum það á okkar félögum að fólk er að óska eftir því að það verði einhvers konar samræmd viðbragðsáætlun og líka þetta sé tekið föstum tökum af því að fólk upplifir bara svona úrræðaleysi og aðgerðleysi heilt yfir í þessum málaflokki. Stjórnvöld hafi ekki tekist á við vandann, þrátt fyrir að ýmislegt sé hægt að gera til að fyrirbyggja hann. Það hefur auðvitað verið þannig að bæði erum að benda á svona aðstæður sem að því miður opinberir starfsmenn lenda í og bara almennt varandi vinnuvernd. Í fyrsta lagi þarf einhvers konar samræmd viðbrögð. Þannig að stjórnvöld þurfa að koma og stíga fast inn í þetta og taka þetta alvarlega og síðan þá þetta svona út frá mismundi eins og hvort þetta sé innan heilbrigðisstofnana eða hjá fangavörðum með lögreglu álíka þá þarf svolítið sértækar úrræði þar undir þessari svona samræmdu viðbrögðum og forvarnaáætlun. Palestínumenn gengu að kjörborðinu í dag og kusu til sveitarstjórnar. Þetta eru fyrstu kosningarnar eftir að stríðið milli Hamas og Ísrael hófst og fyrstu kosningarnar á Gaza í 20 ár. Nærri 1,5 milljón á kjörskrá á Vesturbakkanum og 70.000 í borginni Deir al-Bala miðbik Gaza, sem er ekki eins illa farin og aðrar borgir eftir stríðið. Kjörsókn var dræm fram eftir morgni á Vesturbakkanum og var 40% klukkan 2. Hún var enn lægri á Gaza eða 20%. Kjörstöðum var lokað klukkan 4, búist við niðurstöðum í kvöld eða á morgun og kjósendur vonast eftir breytingum. أنا جاي أنتخب لأنه إلي استحقاق إنه أنا أنتخب أعضاء مجلس بلديتي على أساس إنه يقدموا لنا الخدمات في ظل إنه إحنا حرب وإبادة. أجينا إن شاء الله تكون أيامنا حلوة وبدنا أيام حلوة وبدنا حاجات كويسة يعني إحنا بدناش يعني نضلنا هيك نتفة المية مالحة بتجينا كل وين ووين وبدنا يكونوا أصلح من الحياة وإحنا تعبنا من هالحياة. Enginn í framboði fyrir Hamas þrátt fyrir að samtökin stjórni enn helmingi Gaza. Flestir frambjóðendur og listar styðja Fatah og Mahmoud Abbas forseta Palestínu. Aðrir skilgreina sig sem óháða frambjóðendur.
Skoðanakannanir benda til þess að Hamas sé vinsælasta stjórnmálahreyfingin, þó að vinsældir samtakana á Gaza hafi dvínað eftir 7. október 2023 þegar stríðið hófst með árásum Hamas og Ísraels, hafi þau orðið vinsælli á Vesturbakkanum, þar sem margir eru óánægðir með palestínsku heimastjórnina og telja hana spillta. نحن أولاً سعداء جداً بأننا قادرون على ممارسة الديمقراطية رغم كل الصعاب التي تواجهنا محلياً ودولياً، وبالتالي كنا حريصين كل الحرص على أن تجري الانتخابات في مواعيدها رغم كل شيء. Ekkert var það fyrirhuguðum fundi bandarískra og íranskra sendimanna sem átti að fara fram í Pakistan í dag. Íranski utanríkisráðherrann kom til Islamabad, höfuðborg Pakistan, í morgun og fundaði með pakistanskum embættismönnum en yfirgaf hann áður en sendimenn Bandaríkjaforseta lögðu af stað. Hann sagði að heimsóknin hefði verið árangursrík og hann hefði komið á framfæri áherslum Írans hvernig væri hægt að binda endi á stríðið. Upphaflegt 2 vikna vopnahlé rann út í vikunni en Trump lýsti þá yfir að vopnahléið hefði verið framlengt 3 vikur. Og hingað heim, Vegagerðin leitar í smiðju Dana að lausnum hvernig hægt sé að vinna á innviðaskuldinni. Stjórnandi hjá dönsku Vegagerðinni segir lykilatriði að hugsa kostnaðinn vegna skorts á viðhaldi. Með vorinu eru miklar skemmdir sjáanlegar á vegum landsins, ekki síst á Vesturlandi og Vestfjörðum. Forstjóri Vegagerðarinnar segir vegakerfið að komast á aldur og líða fyrir viðvarandi skort á viðhaldi. Á ráðstefnu Vegagerðarinnar stórframkvæmdir og viðhald var áhersla lögð á innviðaskuldina. Det dyrt at have et stort efterslæb. Det kommer med ekstra omkostninger, fordi nedbrydningen går hurtigere, og dermed der ekstra arbejde at lave, når man skal vedligeholde. Á vestursvæði Vegagerðarinnar hefur fé sem varið í holuviðgerðir margfaldast eftir því sem ástandið á vegunum versnar. Ebbesen segir að þennan kostnað þurfið að taka með í reikningin. Altså data og facts omkring tilstanden på asfalten, på broerne, på vejudstyret, og så tager vi beslutninger ud fra de assets, som trænger mest til vedligeholdelse, og som driver de største omkostninger, hvis ikke de bliver vedligeholdt. Með því að halda vel utan gögn og halda opið og gagnsætt bókhald segir Ebbesen jafnframt auðveldara að fá nauðsynlegt fjármagn frá hinu opinbera. De ved, hvad det at de investerer i, og hvad de får for pengene, og hvad konsekvensen hvis pengene ikke til stede. Vegakerfið á Íslandi þó meir en 4 sinnum stærra í kílómetrum talið. Aðalfyrirlesari ráðstefnunar tók undir að yfirsýn, skýrir verkferlar og sérhæfing í verkþáttum væru lykill í að koma svo stórum verkefnum á koppinn. Everybody understands that an experienced carpenter is better than an inexperienced carpenter, other things being equal, and yet on big projects we routinely do not make the most of experience. Forstjóri Vegagerðarinnar segir að hingað til hafi aukið fjármagn ekki dugað til að vinna á innviðaskuldinni, heldur einungis komið í veg fyrir að hún yxi. Kallað eftir meira fjármagni en jafnframt unnið að endurskoðun á nálgun við verkefnin. Við höldum okkur á vegum landsins því stelpurnar í 10. bekk á Djúpavogi örkuðu yfir fjallveginum Öxi í dag og kröfðust samgöngubóta til Egilsstaða. Næsta haust verða 30 krakkar frá Djúpavogi í menntaskólanum þar og þeim líst illa á að keyra brattan og holóttan veginn þegar þær fá bílpróf. Við erum bara að labba Öxi til að vekja athygli á að laga þennan veg og já, við viljum að það heilsársvegur yfir Öxi. Og af hverju er hann nauðsynlegur? Hvað að þessu vegi? Það eru rosalega margar holur og það er bara erfitt að keyra hann. Og hann heldur ekkert opinn á veturna? Nei, og þá þarf maður líka að keyra svo mikið lengur og það er bara léttar að keyra Öxi og það væri geggjað að það gæti laga þetta. Vegurinn yfir Öxi á milli Egilsstaða og Djúpavogs holóttur og gamall malarvegur og hann lokast stóran hluta vetrar. Það mikið baráttumál fyrir íbúa á Djúpavogi og Egilsstöðum að gerðu verði heilsársvegur hér yfir en hann myndi stytta leiðina tæpa 70 km og hringveginn einnig. Og þið eru að fara í menntaskólan á Egilsstöðum og þurfið að fara þessa leið ansi oft? Já, og það væri fínt ef það væri bætt veginn eða bara gert nýjan veg svo að þegar við fyrum konum bílpróf að fara að keyra á milli að þá þurfum við ekki að fara þennan veg. Er erfitt að labba veginn? Hvernig er þetta? Já, það var alveg heitt í byrjunni, nú er orðið aldrei kalt. Og líka maður er orðið þreyttur og í byrjunni voru rosalega margur svona stórir hólar. En þetta er að verða betra núna.
Já, tískan fljót að koma og fara og 10 tonn af textíl berast í sorphirðustöðvar á hverjum degi. Nýsköpunarfyrirtæki reynir að stemma stigu við sóuninni og dreymir stóra drauma framhaldslíf gömlu fatana. Hérna kemur tætingurinn. Stundum þurfum við að tæta textílinn niður nokkrum sinnum til að fá hann niður í þær agnir sem við getum notað. Við erum búin að fara með þetta í gegnum nokkur skref af ferlinu. Þá endar þetta í rauninni í svona efni sem tilbúið að þæfa í nálaþæfingarvélina okkar. Þannig að við bara setjum hana hérna í gang. Árið 2024 kynntust 4 konur á námskeiði hjá Klakk Icelandic Startups. Þær höfðu sömu sýn, vildu búa til hringrás fyrir endurvinnslu textíl hérlendis, en textílúrgangur eitt stærsta úrgangsvandamál heimsins. Svo var alltaf spurningin eigum við að halda áfram? Eigum við bara að stofna fyrirtæki? Við vorum alltaf allar til. Já, gerum þetta bara. Þær stofnuðu fyrirtækið Fluff og fá afgangstextíl frá íslenskum fyrirtækjum til framleiðslunar. Við förum upp í gámafélag og þar fáum við að flokka og við litaflokkum og allt svoleiðis. En grænt ekki bara grænt og bleikt ekki bara bleikt, eins og þið sjáum hérna bak við okkur. Svo er stundum erfitt að framleiða aftur nákvæmlega sama lit þegar maður er með bara svona takmarkað efni, þannig að þetta eru mjög einstakir panelar. Gestum Hönnunarmars gefst kostur á að sjá fluffið og finna áferðina. Við erum með stóra drauma, Við segjumst alltaf að vera fyrsta textílendurvinnsla Íslands og við viljum í rauninni á endanum vera bara það sem allir textílúrgangur kemur til okkar og vera bara svona hubbið algjörlega sem sér það og það væri náttúrulega gaman að reyna að halda mestu af þessu á Íslandi, ekki vera að flytja allan úrgang út bara í brennslu og eitthvað svoleiðis út af því að þetta er verðmætt efni. Og það leynast verðmæti víðar en í fatagámnum, líka í ískápum landsmanna. Alþjóðlegi diskósúpudagurinn var haldinn hátíðlegur á Garðatorgi í Garðabæ í dag. Diskósúpustjóri hvetur fólk til að taka reglulega til í ískápnum og skella í góða súpu. She's crazy like a fool. Við erum að fagna alþjóðlega diskósúpudeginum sem alltaf síðasta laugardag í apríl ár hvert og þá gert út allan heim súpur úr hráefni sem hefði átt að henda. Og þetta til að vekja athygli á matarsóun svona á bragðgóðan og skemmtilegan hátt. 30 kíló af mat sem átt að henda fóru í súpugerðina og voru 2 súpur á boðstólum. Það annars vegar svona rótargrænmetissúpa með smá tómat og hún var aðeins svona svitu með smá smjöri og svo í þessum hún að bruggast einhver ævintýrasúpa með sveppum og fennel og appelsínu og gúmmulaði. Þannig að það eitthvað fyrir ævintýrakjarna og svo það sem vilja svona hefðbundnari súpur. Gjörðu svo rótargrænmetissúpa með smjöri og smá tómatur og kryddjurtir. Hvernig smakkast svo súpan? Bara rosalega vel. Bara geti ekki verið betri. Hún mjög góð. Þetta var mjög óvænt, mjög gaman. Smakka bara ljómandi vel. Rosalega fínt hjá þeim. Vitið þið hvað þið eruð að borða? Nei, ég svona maður svolítið efnagreina leið að maður borðar. Ég hef ekki smakkað hana betri. Veistu hvað þú ert að borða? Ekki hugmynd, en hún mjög góð. Dóra hvetur landsmenn til að sporna við matarsóun, kíkja reglulega í ísskápinn og skella í góða súpu. Það hráefni sem á að henda, það frábært fólk og það slattagliði. Það bara uppskrift af góðri súpu. Ekki vera hrædd, treystið í nefinu og leyfið bara bragðlaukunum að leiða ykkur áfram. Og hér kemur tilkynning, íbúar miðborgar Reykjavíkur gætu orðið varir við þung högg frá Iðnó í kvöld. Ástæðan hljómsveitarkeppnin Wacken Metal Battle sem var að hefjast. Erla María Davíðsdóttir á staðnum. Erla, hvernig keppir maður í þungarökk? Já,
þegar stórt spurt, þá kannski lítið svör, allavega hjá mér, það góð spurning, en hjá mér maður sem kannski betur til þess fallinn að svara þessu, það hann Þorsteinn skipuleggjandi. Þorsteinn, hvernig keppir maður í þungarokki? Það bara með því að vera rosalega góður í þungarokki. Hérna eru 12 manna erlend dómnefnd og 8 manna innlend og þetta allt fólk úr bransanum sem hefur séð ansi margt og veit hvað það að horfa á og sjá og hreinlega bara velja besta bandið að þeirra mati. Og hvernig svona þungarokksvinnan á Íslandi? Hún alveg frábær og ég hef alveg tölunum til þess að bakka þess að við vorum með 20 hljómsveitir sem sóttu í ár. 7 komust í keppnina en 20 samkvæmt gömlu góðu höfðatölunni þá þetta eins og hefðu 500 hljómsveitir sótt í Svíþjóð sem þeir eru að fá svona 150 og þannig staðan og Svíþjóð eiginlega bara eins og toppurinn í medalnum sko og Finnland líka, það sama svipa þar sko þannig að við erum að fara langt yfir okkar hérna já, þú veist hvað ég á við sko. Og herlegheitin byrjuðu núna klukkan 7 og þau standa fram eftir miðnætti, ekki það? Jú, við erum með aðalband sem heitir Múr sem loka kvöldinu og þeir byrja bara rétt eftir miðnætti og spila í cirka 45 mínútur og svo tilkynum við sigurvegara. Þannig að já, þetta til svona eitt. Takk fyrir þetta Þorsteinn, þannig að það mikið fjör hérna og verður fram eftir kvöldi, en við kveðjum héðan úr Iðnó. Takk fyrir það Erla María og góða skemmtun. Og þá skulum við huga að veðri, suðaustlæg átt 5–10 metrar á sekúndu á morgun og rigning öðru hverju sunnan og vestanlands en strekkingur með ströndinni. Hægviðri norðaustan til og bjart með köflum, hlýnar víða í veðri. Nánar horfurnar að loknum íþróttum. Glódís Perla Viggósdóttir og liðsfélagar hennar í Bayern München mættu í dag Barcelona í fyrri leik liðanna í undanúrslitum meistaradeildar Evrópu. Íslendingarnir luku keppni á Evrópumeistaramótinu í ólympískum lyftingum sem fram fyrir Georgíu og besta deild kvenna í fótbolta komin af stað. Úrslitakeppnin í handbolta sömuleiðis í fullum gangi og við förum yfir þetta og margt fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Áður við kveðjum ykkur ætlum að fara yfir helstu atriði fréttatímans. Það þekkt vandamál að opinberir starfsmenn verði fyrir ofbeldi og áreitni í starfi, segir formaður BSRB. Hún segir stjórnvöld ekki hafa tekist á við vandann þótt kallað hafi verið eftir aðgerðum. Palestínumenn gengu til kosninga í dag í fyrsta skipti síðan stríð Hamas og Ísraels hófst fyrir 2,5 ári. Það bil 1,5 milljón var á kjörskrá en kosningaþátttaka var dræm. Afgangstextílefni tætt og þæft og öðlast þannig framhaldslíf hjá fyrirtækinu Fluff. 10 tonn af textíl berast í sorphirðustöðvar á hverjum degi. Og dúndrandi disko og súpuilmur mætti gestum og gangandi í Garðabæ í dag, þar sem skellt var í 40 lítra af súpu úr hráefni sem átti að henda í ruslinu. Diskosúpustjóri hvetur fólk til að nota nefið áður en það hendir mat. Hráefni sem á að henda, það frábært fólk og það slattagliði. Það bara uppskrift af góðri súpu. Og þá fer að líða að lokum þessa fréttatíma en áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að sýna ykkur myndir af hunangsflugu drottningu sem var að vakna úr dvala. Hún var frekar framlág þegar hún skreið á pallinum heima hjá Rúnari Snæ Reynissyni, fréttamann á Egilsstöðum á sumardaginn fyrsta. En þegar hún fékk hunangsdropa að súpa þá hræstist hún og flaug út í sumarið. En við kveðjum ykkur með þessum myndum og já, njótið helgarinnar og verið sæl.
á RÚV í kvöld. Góðir íslenskir